tímyndir í, það er 5 mínútur í sýninguna. Já. Nú. Árum bara rólega. Já, ég veit. Má ég ekki. Góðan daginn og velkomin á árshátíðlega og nemendaráðsformaður og kynnir ykkar í dag. Nemendur eru búnir að vinna hörðum höndum að undirbúa atriðin sín og munu sýna ykkur afraksturinn í dag. Þið og annar bekkur. Þau hafa unnið þemaverkefni himinn-geiminn og ætla nú að flytja söngatriði sem tengist því. Gjörið þið svo vel. Fyrstu og öðrum bekk. Næst á svið eru 3. og 4. bekkur og ætla þau að flytja ykkur leikrit sem heitir Æfingin skapar meistarann og fjallar það hvernig það eru engin takmörk fyrir því hversu langt þú getur komist ef þú ert duglegur og hefur trú á sjálfum þér. Strax á eftir mun leiklistavalið flytja þá fyrstu 2 hluta af 4 einkaspæðina Hercules og Rói. Gjörið þið svo vel.
ekki neinu elsku stelpan. Píanó ekki nú spennandi blokkflauta, leiðilega mynstur ekki trommur. Ógráðandi. Svona, hún ætlar að finna eitthvað sem henni líka. Ég stórlega þannig að segja. Ég langar svo að fara að æfa fiðlu. Fiðlu? Já, hérna ég. Það er frábær hugmynd. Hlusta ekkert á hann pabba þinn. En mundu mig, þetta er síðasta hljóðfærið sem þú fara að læra á. Já, ég skil núna. Allur bekkurinn hann að æfa og mér finnst þetta mjög spennandi. Hæ, krakkar. Hæ, Lilja. Ég spurði mamma og pappa ef það æfa með ykkur fiðlu. Nei, geggjað. Þú verður að vera mjög dugleg að æfa þessu svo þú getur spilað með þetta aðsættið. Vá, það væri svo gaman. Verð nú ekki ofið sem að þú náðu því þú ert eins og ekki byrja að æfa. Við hinn erum búin að æfa í meira en ár. Kannski er það rétt. Ég verð kannski ekki betra fyrir mig heldur en hinn hljóðfærin. Það er líka ansi mörg fyrir. Láttu ekki svona. Leyfðu Lilju allavega að reyna. Það er algjör óþarfi. Góðan daginn, ég heiti Louisa, ég er fiðlukennari. Hæ, ég heiti Lilja. Taktu mér fiðla og gula stiga. Við þurfum aðeins að æfa okkur betur. Fiðlunám er eins og hvert annað nám. Það er enga takmörk fyrir því hversu góð þú getur orðið verið ef þú æfir reglulega heima. Ég geri mitt besta. Hæ amma, hæ afi. Ertu komin til að æfa það á fiðluna, Lilja mín? Já, þið afi getur hlustað á mig að þið viljið. Já, endilega. Má ekki bara bjóða þetta upp á hressingu, Lilja mín? Jú, takk. Mér gengur ekkert að æfa þess að skrampa að fiðlu. Ég á aldrei eftir að ná að spila með bekknum á þessa tími. Svona, mér finnst þetta allt verið að koma hjá þér. Mér heyrist það líka. Þú verður bara að vera duglega að æfa þig. Ég veit ekki, kannski var þetta bara ömurleg hugmynd hjá mér. Nei, alls ekki. Mundu bara, æfingin skapar meistara. Það er rétt að ég skal ná því að spila með kraftanum. Þetta er alltaf að koma hjá stelpunni minni. Ég hafði alltaf trú á henni. Þetta er alltaf að koma hjá þér. Heldur ég geti kannski fengið að spila með bekknum aðsættiðinni. Það er ég alveg vissum. Þú ert mjög svo duglega að æfa þig.
Hlíðaskóla. Nú er komið að fiðlusnillingunum þriðja að spila lagið Gulur, rauður, grænn og blár. Ég sagði þér það, æfingin skapar meistara. Ég sagði það líka. Nei, komdu bara. Okkur fasteignaverð. Vertu hjartanlega velkomin í þennan fábrotna skíðaskóla. Ég er skálárinn hér, Albert í nafni. Ef eitthvað sem vantar, þá viltu þjónustu reyð hættulegt. Vertu hjartanlega velkomin, Tarot. Haurót. Auðvitað. Láttu nú fara vel um þig og við fara hans til að taka töskuna þínar og fara með upp henni. Ég held að vera ekki að skíða mikið í dag, sögum viðurs. Haurót hefur ekki lifað þetta lengi til þess eins að týna þig í brekkunum hjá þér. Hann kom hingað til að njóta kyrrðarinnar og anda að sér fjallalofti. Eins og vilt, veðrið er það sama hvort sem heldur sem er. Hvað gengur að þér hans? Staðar svona gestur á þessi draug. Þú fælar þig burtur
Alexandra mín. Hann er eitthvað svo kunnulegur sem talar hann um sig í þriðju persónu. Eins og eitthvað nakkins. Talar hann um sig í þriðju persónu? Ég man þá tíma þegar aðeins aðalsfólk gafst kost á dvölunum hér. Það voru tímarnir. Núna sötrar maður á meðalfínu púltvíni með grálúsi og mangói. Heimurinn versnandi fer, svo mikið er víst. En er þetta ekki sænska prinsessan? Hún ætti nú að teljast til A-fólks í þínum bókum, þú Rósalind. Það verðast nú allir geta kallað sig prinsa og prinsessu þessi dagana. Er þetta ekki franski spæjarinn á? Há rótuð eitthvað? Spæjari? Hér? Hvað segir þetta? Rólega mamma. Hann er eflaust bara hér til þess að slaka á og njóta útsýnis sinni. Já, við skulum vona það. Sætt eftir, ert þú ekki Hercules brót? Oui, mon ami. Veistu, það er eitthvað skrítið að vera inn í skíðaskálanum. Ég var einmitt að segja Viktoríu að það sem við þyrftum bara einkaspæri til að komast til botns í þessu. Og veitu menn, innlappar þú frægast einkaspæri í heimi. Er þetta ekki ungfrú Viktoría, prinsessan Svín? Gleður mig að hluta. Hvað dregur þig hingað, mon ami? Flótti, herra brót. Flótti frá öllu því sem sækir að mér. Hvað er það sem sækir á þér? Það er til dæmis það sem er búið að vera í gangi en eftir að mættum. Eins og til dæmis í morgun, þá datt ljósakrónan í herberginu hennar sem ofan á Viktoríu og í gærkvöldi þegar Ég veist ekki tíma til að stundum prinsinn rétt á að kasta herberginu. Hún er þreytt og það er að sapa kröftum. en ég hafði Núna, Magdalena. Sætlanbrot. Þetta reikna held ég. Þetta er eitthvað orð. Fáum okkur sæti. Hvað getur brót gert fyrir þig? Herra brót, spurningu kurteisins ekki hvert erindi ykkur í skíðaskálanum, en leyfðu mér að ráða heilt. Áttum prinsessunni í friði. Hún þjáist að skemmri móðursýki og ég fengi fyrir minna hennar. Svo, Skakkaföll. Eins og loftljós sem hrynja fyrir töfra. Þannig skakkaföll, doktor Fríða. vitleysa. Hystería sem Magdalena er upp í henni. Hún er alveg skelfilega áhrif upp henni, alveg skelfileg. Ef ég myndi ráða þá er ég senda henni aftur til Svíþjóðar næstu lest. Prinsessan þjást af móðursýki. Ég var fundin til að hlúa að henni. Svo haldið þér og finnið dramatík frá sjúklingum mínum. Enginn segir brót. Hvað brót má og má ekki gera, doktor Fríða. Þessa stóku gott fólk. Nú er þörf á heitasta kakabátunum sem Búlla hefur upp á að bjóða. Umgist, því sjónið ég, franskur ævintýramaður og frumkvöður. Hercules brót. Til þjónustu reyðum. Þetta bá rjúkandi kakabáta með sukkurbúðum og rjóma. Það er ég hræddur að hann falli fyrir utan verksins brót. Hann er meira fyrir rjúkandi heitar ráðgátur. Fyrst svo þá erum við hérna fyrir fótatak fyrir utan hurðinni á. Þegar ég fór fram til þess að athuga hvað væri að vera og svo ég frakklaði að beri fyrir utan. Þú segir ekki. Hún var að vörðum með að ég gæti sé hvað þetta er og hún fór að segja hluti. Ég er ekki ennþá að segja gömlu herfinum þetta. Vil ekki vera á valdinni óþarfa áhyggjum. Hvað finnst þér ég að gera? Segðu ekkert. En verum að varðbætt. Eitthvað gruggugt er í gangi hérna í skíðaskálanum og ég mun ekki unna mér hvílda þegar ég hef leyst ráðgátuna. Það lítur út fyrir að nokkuð komast út í dag, herra Harald. Nóa heitu kakó til liðsins og ég fæ halstöku með bollanatöður. Ég boði húsins.
kannski. Prót kom hingað til þess að njóta kyrrðarinnar og útsýnisins. Hvorugt virðist vera möguleiki þessa stundina. Hvað heldur þú annars, frú? Fyrirgefðu. Svetlana heiti ég. Og þetta er Hvað haldið þið mæðgurnar annars? Er eitthvað að gera hérna fyrir litlu heilasellurnar hans, Prót? Ó, nei. Ekki nema Hvað, frú Svetlana? Ekki nema þessi undarleiki sjá. Ef það er raunverulega. Ég finn það bara treyst ekki sem frökkum. Fyrirgefðu. Ég ætla ekki að móðga þig. Engar áhyggjur, frú. Prót er belgískur. En það að vera franskur gerir hann ekki að glæpamanni. Og hann er alltaf snuður eitthvað í kringum herbergi Viktoríu prinsessu. Frekar grunsamlegur. Mætti halda að hann væri ástfanginn. Eða eitthvað þeim mun verra. Þurfum að fara að drífa okkur. Ég sé að kakaborðin þinn eru mættur. Prót sér að hinn fagra fröken Alexandra hefur fangað auga þitt, Moravín. Ha? Já. Sérstaklega viðkunnandi stúlka. Mon Dieu! Fyrirgefðu þetta. Hver ert þú í raun og veru hans? Ég er í raun og veru svissneskur leyniþjónustumaður og er á höttunum eftir hættulegum heimstæðarhjóði sem hefur upplýsingar að sé hér í skálanum. Við vitum huglega ekki hvað það er. Ertu með einhverjar getgátur, Moravín? Já. Ég hef verið að Dijon félag grunað. Það er eitthvað gruggt til hann. Ég skil. Hefur þú verið að ræða við fröken Alexandru? Það má vera. Þær eru næmar á svona hluti. Konur, það er. Ég hitt hann að reyna á seinasta ráðstofaði fundum hann saman. En nú þarf ég bara að standa hann að verki. Ertu til í aðstofa mig? Prót mun aðstoða, Moravín. Tvöfaldan rjúkandi kakabólla, minn gerir hans, ekki veitir að því í kuldanum. Tilvera dásamleg. Fyrir suma, vissulega, herra Dijon. Hvað er það sem gerir veröld þína svona dásamlega? Fegurðin, Herkules, fer henni allt kring. Prót skilur. Þegar hjartað er fullt sem maðurins lífi. Satt er það. Það er engin betri tilfinning. Hefur þú verið aðstæðan? Nei. Lífið hefur leitt Prót á aðrar brautir. Það er leitt. Hjarta mitt hefur verið fullt allt síðan ég kynntist henni í Svíþjóð fyrir nokkur vikum. En hvað er nú sem hans með kakóið? Guðinn góður. Hvað viltu ég? Er eitthvað að, fröken Viktoría? Ég fann þetta bréf í tösku. Þú er hvergi óhætt. Ég mun náður á endanum. En óhugnulegt. Herra Prót, þetta er það sem ég var að reyna að segja þér. Ég segi að þetta er ekki nein móðsík í okkur. Þú sett það, það ekki að það. Hver vill eitthvað nýtt. Svo mikið er víst. Farið varlega, báðar tvær. Magdalena, passaðu vel upp á prinsessu. Prót mun finna þann seka. Jafnvel þótt að verði hans síðasta verk.
7. bekkur með leikrit sem heitir Símavandamál í Latabæ og í lokin munu þeir syngja lag og sýna frumsaminn dans. Á eftir þeim kemur leiklistaval með 3. hluta af leikriti sínu. Gjörið svo vel. Hei krakkar! Eigum við í feluleik? Já! Hættið þessum látum! Ég meina, góðan daginn, Berlíko. Ég Síma, snjallsíma svo lummaðurinn. Finnst ykkur mikið fyrir að skemmta ykkur? Nei, það er svo gaman að vera saman. Stelpur hjá mig. Finnst þér það væri ekki bara gaman að geta alltaf spila tölvuleiki? Það væri þetta ekki slæmt. Þú ert mjög oft í tölvunni, Gógi. Já, á hverjum einasta degi. Það er bara þegar ég er búin að lesa heim og bara til herberginu. Akkúrat! Væri ekki bara gaman að geta alltaf spila tölvuleiki og horfa á YouTube-myndband þegar mann er langað til. Jú! En hvernig er það svo sem hægt? Ég sé honum til út í maður. Hér hef ég náttúrulega snjallsíma af nýjustu gerð sem ég ætla að gefa svona óþokk. Ég meina, svona skemmtilegum krökkum eins og ykkur svo við getum leikið ykkur allan daginn. En bíða nú aðeins krakkar, af hverju hann að gefa okkur þessa síma? Er það ekki svolítið grunnsamlegt? Hverjum ekki sama? Við fáum fría snjallsíma. Vertu ekki að skemma þetta svona, ég skal taka 2. Gef mér! Komdu með hann! Já, svona. Það er kvöld frá morgun svo það verði lutt. Já, ég sagði það sko. Svo það verði alltaf gaman hjá ykkur. Svona, takk þú eins, Óla. Ég veit ekki. Gaman svona, ekki veit neitt, vertu með. Hvað, þorir ekki? Jú, ég þori alveg. Glæsi! Skotið nú hvert í ykkar horn og leikið ykkur í símanum ykkar. Ég vil að halda áfram að skemma, ég meina, gleðja alla í Latabæ. Takk fyrir Símon. Þannig plataði ég þig. Núna hætti þessi krakkar alveg af símaglápi og gera foreldrana alveg spenningar. En hvernig sé ég? Þetta ekki Stína símalína? Það er ekki fyrir leik. Ég meiri skjallarinn. Hér hef ég nú stjórnsíma nýjustu gerð sem ég. Þú getur ekki einn talað hvern sem er. Heldur geta viðmældu þín í einni dást og þínu fríða bjössi með því að leggja myndsíman. Það er meira en ég mynd, hvað er sjá mig? Þú er ekki búin að búa mig til. Hei krakkar! Eigum að koma í 1 krónu? Eða kannski yfir? Új, nei, þannig er enginn að leika í dag, Sola. Við viljum bara vera í símanum. Það er svo glata að við bara barnalega útileiki. Kom, stelpur, menn við kringast að Nella. Fyrirgefðu, Sola. Ég bara heyrði ekki í þér að náða. Var svo upptekinn í símanum. Ógeðslega var stelpuna leiðilega við þig. Hvað er eiginlega að gerast hérna? Krakkarnir gera ekkert annað en að stara um þessi síma. Hver skyldi það að senda mér? Halla hrekkjusvín. Sola pröpp! Nei, nú er hún farin að hrekja gegn símana líka. Æ, Sola mín, það er aldeilis fallegt veður í dag. Ég sé hérna í símanum það er sól og blíða við leiki myndir. Ég sé það nú án þess að stara á henni síma herrbæjarstinni. Ha, já, þú meinar. Ég veit, það er bara svo margt spennandi í þessu tæki sem ég fékk frá
Já, ég var aðeins allir og uppfætnir til að leika sér saman. Það nú hægt að senda. Ég að kíkja á Google Maps og athuga leiðir í Ráðhúsið. Ratar ekki, en þú ferð á hverjum degi. Lalli, þú ferður að gera eitthvað. Þannig enginn að leika í Latabæ. Það er sem SFG. Lalli, hvað ertu að gera? Nei, góðan daginn, stelpur mínar. Ég er búin að vera fastur úr svo... Ég er í þessu orðasnöggi og búin að vera fastur úr svo orðilangan tíma. En Lalli, hvað eigum við að brasa taka? Krakkarnir gera ekki þannig að stara um þessi síma. 5 stafi. K-L-O-S-I. Skóli. Skóli? Jú, takk fyrir Eyrún mín. Þá er það næstur. En Lalli! Hvað eigum við að gera? Þannig er enginn að leika í Latabæ. Er einhvern í vandræðum hér? Íþróttafélagið! Það er ég. Hvað hefur komið fyrir íbúinn í Latabæ? Það er leti og framtaksleysi í loftinu hérna. Já, Íþróttafélag. Það er svo snjallsímum að kenna. Krakkarnir gera ekkert annað en að stara á henni allan daginn. Það er ekki nógu gott. Það er engum hollt að standa svona lengi á símaskjá og hreyfa sig ekki. En engar áhyggjur. Hvaðan kom þessi símar annars? Frá honum Símoni snjallsímasölumannum. Hann gaf okkur þessa síma. Það er alveg grunnslega. Ég held að ég veit hvað hér að vera. Hvað rugl er þetta? Þessi Karlsson skal fá að heyra allt í hálstöðum. Hvað rugl er þetta? Ég get ekki hefði skipt kommentkerfinu. Nei, var þess að dyrast að ósamlega mér? Já, nú skal hann sko að heyra. Hvað hefur verið hér? Er þú líka orðin símasjúklingur, Lalli? Ha, ég? Nei, ég get hægt hvenær sem ég vil. Hvað rugl er þetta? Dimma á miklu dag á gagnamanni. Nú fær þessi ofvaxna tuðspýra sko eina skýta sendingu frá mér. Hvað er það að mér? Símon hefur greinilega komið til hér líka. Símon er engin annar en Glanni Döðlagerði. Glanni, nú er þetta símaklokk komið á böndunum. Nú skulum við hjálpa stað að kenna íbúum á Latabæjar hvernig umgangast þessi tæki. Hérna, hvað er svona íþróttina mig? Já, engin. Hætti röfnsefil Símonum. Það er ekki hátt fyrir mann að vera svona lengi í þeim. Siggi, viltu hætta? Gerðu það! Stopp! Ég, Glanni, er Símon snjallsímasali. Ég plataði þau til að vera í Símonum öllum stundum. En nú veit ég alls ekki hvort fyrir mann. Ég var til dæmis rétt í þessu. Hann skildi reiðilegt skilaboð á kommentarkerfinu einhvern kjól sem en var augljóslega gylltur og hvítur. Þetta gerir mig alveg vitlausan! Já, það er mikilvægt að kunna umgangast þessi tæki. Þau geta verið gagnleg en við megum ekki gleyma okkur of mikið í þeim. Lífið nefnilega fyrir utan skjáinn, ekki fyrir baka. Já, ég var alveg hættur í þetta sæti fyrir öðrum að ég var bara með kandikröss. Nú skulum við setja veita þess að fá næg svefn, borða rétt og hreyfa okkur reglulega. Komum krakkar, nú skulum við syngja og dansa saman.
Hvernig hef ég hér á öruggum stað hálsinn á mér? Ódýr eftirlíking, frú Rósalind. Ég get fullvissað þig það að ég ekki farin að missa sjón. Hvað ertu að segja, maður? Hvað er það perlufesti mín? Hún var þjófur. Hinn raunverulegi þjófur klókur. Svo klókur að hann hefur látið alla sænsku lögregluna elta skottið á sér í marga mánuði. Og hver er hann þá, herra Pírót? Hann í raun hún. Fröken Alexandra, þú þekkir hana vel. Það er rétt. Ég veit ekki allt saman. Ég gerði þetta. En hvernig má það vera? Hún er komin á sama tíma og þú, herra Pírót. Hún getur ekki verið þjófur. Satt og rétt, frú Rósalind. En það er vegna þess að þjófurinn starfaði ekki einn. Kjaftaði. Ég hef alltaf starfað einn. Það hefur verið ómögulegt. Þó svo að herbergi þitt sé það næsta við herbergi fröken Rósalindar og þú hefðir auðveldlega. Nei, þú hefðir getað skriðið inn gluggann áður en hans sérsveitarmaðurinn hefði getað séð þig. Þá hefðirðu ekki getað skipt föt áður en þú varst komin að hughrista frú Rósalind. Og hver er þá hinn þjófurinn? Fröken Alexandra veit hann það. Nei, það getur ekki verið. Hún hefur verið að aðstoða mig. Afvegaleiðinni, öllu heldur. Þær starfa saman í þessum mæðgurnar og hafa þannig getað villt fyrir lögreglunni. En þær reiknuðu ekki með Pírót. Athugaðu í vasann hennar. Þú sjálfsagði astmi. Þú skalt fá þetta borgað. Það efa ég, fröken Alexandra. En þá er það að morðinu á Grey Magdalene. Það hlýtur að hafa verið framið af þessum sömu glæpunum líka. Óþarfi að leita upp skít þegar þú stendur fyrir í honum, herra Pírót. Morðið á Magdalenu var aðeins flóknara en svo. Frá því að þær komu í skálann hafa undarlegir hlutir hennar. Hótanir í bréfaformi, loftljós sem hrynja og nú síðast Magdalenu Viktoría sjálf. Viktoría, varstu þér alveg þú? Það er þetta fjandans, Pírót. Pírót hélt að þú værir að lýsa ástinni á Viktoríu þegar hjarta þitt tilheyrði í raun og veru Magdalenu. Það er satt, hún var augasteinninn mín. Það var afbrýðin sem bjó til skrimsli úr Viktoríu. Vikum saman hafði hún látið líta út fyrir að það væri verið að ofsækja hana, svo að grunur myndi ekki falla á hana þegar Magdalena myndi óvart drekka úr vitlausu glasi og gjalda fyrir það með lífi sínu. Ég hélt að ef hún var á myndinni, þá myndirðu loksins horfa mig í síðan loksins
loksins elska mig. Ég get ekki sem hort framan í ykkur. Aldrei aftur. Ég var greinilega með þetta allt vitlaust. Fyrirgefðu mig, Dísson. Óvenjulegt að það var til byggðar núna. Ég fer með glæparinn til byggða. Takk fyrir hjálpina, herra Perrault. Ekkert að þakka. Ekkert kemst fram hjá vökunu augum. Herkulesar Perrault. Nú er komið að áttunda bekk talent og er það nokkra einstaklinga sem ákveða að taka þátt í hæfileikakeppni. Við skulum sjá hvernig það fer. Gjörið svo vel. Góðir gestir, velkomin að Lögreglan Gott Talent. Við höfum fengið til okkur allir keppnir hér í kvöld. Ég heiti Eva-Laufey og ég mun vera kynnirinn ykkar í kvöld. Fyrst samt ber að nefna hinn eiturhressa Jón Jónsson. Gefum honum gott klapp. Og hinn dómari kvöldsins er engin annar en kóngurinn sjálfur. Takið hann fagnandi Bubbi Morthens. Hvernig leggst það þig? Ég er þess. Sjokkerandi, Jón Jónsson hress, en þú Bubbi? Ég tók Þá kynnum við til leiks fyrstu keppendur kvöldsins. TikTok dansarna frá Tröllaskaga, Svanfríður Svansdóttir og vinkona hennar. Eru ekki allir hressir? Já. Ok, byrjum við það. Þetta var geggjað! Rosalega gaman nafn. Ég bara verði að íta á hann. Hann glansar næst í að líka skelljónu. Og það verður gaman. Það verði að íta á hann. Það voru ekki alveg nógu vel, bestur. Nei, það er eitthvað skemmtilegt að lofa vel? Nei. Frábært, þá er næsti keppandi þegar sígandi sjóarinn frá Siglufirði, Steingrímur Stórfjörð. Steingrímur, ég er hress. Ég er það sko. Já, þetta er fyrir að koma margaðan hér í sentíð. Gaman. Nú sko við. Það er ekki skemmtilegt að segja fyrir það. Ég ætla að syngja óperu. Ok, byrjum það. Ok, byrjum. Ég byrjum hann. Ég kókur.
Surtur Slaka Súsanna Sigurjónsdóttir. Hvað ætlar þú að sýna okkur hér í kvöld? Ég ætla að mála mynd á methraða. Ok, eitthvað fleira? Þess að þið svo ég get komist áfram að unnið. Viltu þá ekki bara byrja? Jæja, þá er komið þér að sýna okkur afbragðsfilm. Það er ekkert annað, þú búin að æfa því langan tíma. Nei, ég heyrði bara þessar keppni þegar Jónas var á bæring og hvað flýttis og setja þetta á blað. Þetta er alveg merkið hjá þér, þetta til ég að selja verkið. Það fer nú bara eftir því sem fæ fyrir verkið. Þetta er að fallegast sem augun mín hafa litið á. Ef fjölskyldan var enn í gangi, þá myndi ég fá þig og fjölskyldunum þína í þáttinn. Takk fyrir að koma að sjá glöfulegum gott talent. Það komst enginn áfram en sjáum hvað gerist næst. Nú kemur tónlistarvalið með 3 lög í lokin. Lagið Maístjarnan eftir Jón Ásgeirsson, Vor í Vaglaskógi eftir Kaleo en í aðeins breyttri útgáfu og svo í lokin munið þið flytja ykkur lagið Halleluja í útgáfu Alexander Börk. Gjörið svo vel.
There was a secret chord, and David played it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? I guess the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne as she hung your lips, she threw that hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who sings that light, it's a cold hallelujah, 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 Við þakkum öllum fyrir að horfa nær og fjær og vonum ykkur að það finnst þetta skemmtilegt.